Komið sæl og góðan daginn, verið velkomin í svo kallað helgispjall sem hjá okkur á laugardagsmorgnum. Ég heiti Oddný Eir og þetta nú fyrsta skipti sem ég með svona helgispjall. Gunnar Smári hefur nú yfirleitt, hann eiginlega bjóð til þetta þáttaform en núna megum við líka taka svona helgispjall eða vera í helgispjalli og ég bað mannesku sem ég hef mikla mætur á að koma til mín, Þóra Kristín Emilsdóttir. Þórunn? Já, Þórunn Kristín Emilsdóttir og þú ert kölluð Þóra Stína, sko. Já. Og þú ert svona, titlar þig meðal annars leiðbeinandi miðil. Já. Þannig að við gætum átt á hættu að þú fallir í trans hérna og þá verður þetta Verveik. En þá kynnum við sem sagt hina viðmælendunar jafn óðum líklega. Já. En við getum ekki vita. Þetta verður svona óvissuferð hjá okkur. Og ég kynntist þér fyrst á draumanámskeiði. Svoleiðis að þegar að drauma sviðið líka kemst inn í fjölmiðlunina þá svolítið von á ýmsu, svona óvæntu líklega. En við ætlum nú að hafa þetta samt bara á frekar jarðbundnu sviði hérna. Við erum ekki komnar beinleinis á miðilsfund en þótt að rauðaborðið sé ansi svona, ég veit ekki, þetta svolítið eins og svona andafundaborð. Já, þetta geti verið andaborð. Andaborð frá 19. öld einhvern tímann eða fyrirluta 20. aldar. En getur byrjað kannski á að segja okkur frá bara þessu starfsheiti, leiðbeinandi miðill? Ég valdi þetta orð þegar ég var hjá Edgar Cayce Foundation í Virginia Beach. Þá voru miðlarnir að segja að þú hefur svo marga tegundar hæfileikum, þú verður að vilja bara eitthvað eitt. Og ég hugsaði mig og lengi og svo sagði ég vil vera leiðbeinandi miðill. Þá vann ég fekk stóra vinningin, þá hélt ég öllum öðrum sviðum, hliðum á andlegri getu minni. Og þetta vera leiðbeinandi miðill, það að ég mikla þörf fyrir að leiðbeina fólki. Ég alls ekki spákona, heldur ég skoða fyrst inniblinn í fólki. Nei, fyrst skoða ég áruna, svo skoða ég inniblinn, veit hvort sé eitthvað að og þá ég tilbúin til að vita sjúkdómseinkenni sem að koma eða eru komin. Og þá sé ég ekki náttúrulega beint eitthvað, þú ert með þetta og þú ert með hitt, heldur sé ég kannski, þú ættir kannski að fara í blóðpröfu. Já, og stundum, þú hjálpaði nú mér í fyrir eitt skipti og þá þetta einmitt þetta tungumál sem að þú notast við einhvers konar svona drauma tungumál, þar að segja svona höfðar frekar til undirvitundarinnar eða maður verður bara að túlka það sjálfur, en það einhver leiðbeining í því en ekki svona boð. Það sko, ég segi, þú þarft að læra að dreyma heima og skrifa það niður. Sem sagt dreyma, skrifa það niður. Og svo kemur kannski spurningu og segir, já, mér dreymdi hann Jóhann og segir, hann svo leiðileg, nei, þetta svo ljótt nafn og eitthvað. Og þá segir ég, en hvernig finnst þér Jóhann? Hann góður maður? Já, þá það góður draumur. Hann heiðarlegur? Já, þú getur treyst honum. Þá ég að tala drauminn. Og þannig að fólk heldur að ef að eins og til dæmis Eiríkur, sumir haldi að þeir veru fátækir við að dreyma Eirík. En það sko reyndar Eiríkur þýðir auðugur. Já. En ég raun og vera Eiríkur
hvern þekkirðu sem heitir Eiríkur? Já, hver þín persónulega tenging við þetta nafn og fara inn í þá? Þannig ekki hlaupa til að opna einhverja bækur og segja, já, ég sjá Belju og var hættu við hana. Ok, sagði, það mjög gott. Beljan þýðir matur. Akkur ertu allar að fara í megrun? Já, hvernig veistu það? Ég segi, Beljan kom til þín til að segja, ég á nóg að gefa. Þannig þetta er eiginlega ekki hægt að lýsa þessu bara 1-2-7. Þetta tekur 2 laugadaga frá morgnin til kvölds að fara í gegnum þessi fræði. Þetta er nefnilega fræði. Og verst af öll þykir mér þegar að fólk er hrætt við draumana, þú veist, hrætt við allt. Það er nú ekki reynsla í heiminum, þó sé ekki líka hrætt við draumaninn ykkar, sem yfirleitt er bara leiðbeinandi. Og svona nokkra tegundir af draumum, einn heitir leiðbeinandi draumur, og svo eru aðrir draumar sem farúðadraumur og líka kærleiksdraumur. Og bara hvernig draumur var, ég þarf aðeins að ég er að heiksta svolítið. Ég fekk heilablóðfall fyrir 1.10.2010. Misti málið, sumir sögðu sem betur fyrr, börnin mín sögðu það. Kvikindislegt. Já, nei, og ég er ekki alveg, tala ekki reiðbrennandi, eða reipbrennandi. Reipbrennandi, þá tala nógu reipbrennandi hérna, því við erum svona, í þessu helgispjalli þá erum við ekkert að flýta okkur og við höfum tíma fyrir okkur eins og við séum bara annarkvort í notalegu aftursæti á bíl á leiðinni norður í land eða í lest gegnum Transilvaníu eða hestvagni, ég veit það ekki, þannig að við þurfum ekkert að hérna. Nei, ég vildi bara útskýra það að ég tafsa svo litið, en ekki mikið. Ekki mikið, en sko þú hefur unnið, þú hefur einmitt eins og þú segir, þessi leiðbeining, þetta raunverulega kennslukonu eðli í þér sko, það hefur nú nýst á svolítið mörgum og ólíkum sviðum, eins og til dæmis þú hefur hjálpað lögreglunni að upplýsa mál, þú hefur hjálpað myndlistarfólki að búa til myndlistarverk, hjálpað kirkjunarfólki, þú hefur hjálpað fólki sem er í business að finna réttar leiðir, fólk náttúrulega fyrir utan fólk sem kemur til þín með svona mjög persónlegan vanda en svona embættis getur aðeins sagt okkur frá því hvernig hérna eins og til dæmis hvernig þú hjálpar lögreglunni kannski er einhver trúnaðar mál yfir því en svona ég hef ekki spurt að því en ég aðstóði að leita að manni sem að svo endanum var látin. Ég get sagt að ég fékk að vera með þessum látna manni frá fyrsta atviki þar til hann lést voveiglega. Og þetta tók nokkra vikur, bæði vettvangskönnun og miðilsfundir og já, sumir af lögreglumönnunum þeir fussuðu hvað kettlingin að bulla þarna. Þangað til mér var sagt, ég gat sagt við þennan mann eitthvað sem bara hann vissi. Svo hann myndi vita að ég var ekki alveg gaga, pínlítið en ekki alveg. Þetta var mjög áhugavert en ég sagði eftir á að því að
lögreglan vildi ekki leyfa mig að fá spólurnar sem voru teknar upp og að því að já, það kom mér ekkert við en mér langar að læra af þeim hvernig röddin mín væri þegar ég var í djúptrans og eitthvað en ég fekk það ekki og ég ákvað ég ætla aldrei að vinna aftur að svona sakamálum þar sem að eiturlyfi og maður fyrir alveg niður í svartustu undirheima sem ég held að væri bara í bjómynd en það er ekki raunin, það bult að því hérna líka þannig að það hefur tekið á en ég til að leita börnum fólk að hringja mig og spyrja kettina þeirra og hundana ég ekkert mikið í því ekki neitt í því en ef barn í vanda ef barn veikt eða týnt þá ég tilbúin hef unnið ansi mörg mál á því sviði og börnin hafa þá fundist frekar og blessunum saman oftar lifandi heldur en látin þannig að þú ert svona þú treystir, þú þarft ekki að vera hrædd við en þú ert að segja að fólk ekki vera hrætt við sína drauma þú sjálf veist að þessi guðskjöf, þessi hæfileiki hann nýtist þér til góðs og nýtist fólki sem sagt þannig þér óhætt að fara inn á þetta svið ég geri það en að spyrja fyrir mig það þýðir ekkert ég held að almætti segja sko henni kemur þetta ekkert við hún á bara að fræða aðra en ég bjargaði mörgum þegar komað svona í einkatíma sem ég sé að eru mjög alvarlega veikir og þetta fólk treysti mig það vel að það fer til læknis en ef einhver kemur og segir á ég skilja við manni minn þá sé ég býttu nú við á ég að segja það ég myndi aldrei segja það við fólk Nei. En þú hefur nú einmitt svona þurft líka að eiginlega horfast í augu við afleiðingar orðaðina og skrifa en við kannski förum aðeins það svona lögfræðimál og lögsóknir og annað sem þú hefur lent í en hérna sem varða nú ekki miðilstörfin beint heldur þitt persónulega líf eigum við að fara í það núna eða eigum við aðeins að Nei, það allt í lagi að ég skrifaði bók sem að hét Valsað milli vita svona valsað eins og maður gerir og milli vita og hérna skrifaði heilan helling vinir mínir þær hérna völdu úr valda góða kafla í bókinni og ég taldi mig vera alveg hreinskipta og bara ég var afsleppuð með þetta svo kemur bókin út og stuttu seinna þá ég hafði skrifað að því að mér bara að segja frá hvað ég væri og æskunni og þetta svona stórum hvað þau skipt mig miklu máli og ég skrifa að ég hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu manns sem var kunningi fjölskyldunar. Þetta var einu sem ég sagði. En svo fæ ég bara, ég lögsótt, þá hefði þessi maður þekkt sig. Eini maður, að ég nefndi þetta ekki fyrir en ég var 40. Og hann fór, ég man ekki hvað heitir, hvað þetta mál flokkast undir, það var ekki ærumeiðing? Ærumeiðing, já. Og ég, þetta var sárt
að ég vandaði mér alveg sérstaklega á að meiða engan og kjafta ekki frá, eins og maður segir. Og en ég fekk lögmann og hann fór í málið eða fór ekki í málið, ég veit ekki alveg hvernig ég að segja það. Allavega tapaði hann málinu og þessi lögfræðingur hann eiginlega fekk bústaðan minn í staðinn eða hann vildi frá 5,8 milljónir fyrir vinnuna en ég og börnum mín gátum selt bústaðan fyrir þennan pening. Sumarbústaðinn sem þú áttir og varst svona þitt skjól dálítið. Já, í 20 ár var ég hérna yfirleitt 9 mánuði á ári og þetta var bara yndislega staður á jarðríki. Þar var ég með álfum og huldufólki sem að ég gjarnan tala við og öllum fuglunum átti hrafnavini mína sem að kom og þegar ég kallaði á það og bara þetta var yndislegt líf. Þetta var mjög dýrt spaug, eða sem þetta ekki spaug. Já. Þetta var mjög dýrt ævintýri að ég manni mitt að ég las þennan kafla í bókinni svona til að vita hvort að þetta væri ærumeiðandi. Já. Eftir þetta og maður gat ekki séð að þetta væri Nei. á neitt nátt ærumeiðandi eða upplýsandi, það vísaði ekki til neins sérstakt, þannig að það var dálítið sérstakt að viðkomandi skildi líka við eins og gefa sig fram, sko. Já. En og svo líður tími, þetta náttúrulega rétt eiginlega áður en MeToo byltingin skellur á og ég hef oft velt í fyrir mig hvernig hefði farið ef það hefði verið svona meiri upplýsing í samfélaginu. Já. Að þá svona ímynda maður sér að þú hefðir ekki tapað málinu, sko. Ég fór af því að ég er steingeit og ég geti verið ansið þrjósk. Þó ég hafi séð allt þarna fara og þá vissi ég að þetta, ég sagði satt og ég gerði ekki neitt. Þannig ég fekk Ragnar Aðalsteinsson, Hæstarétta lögmann, til að fara með þetta í Hæstarétt. Og hann bara leit á skjölinu og sagði, já, ég ætla að taka þetta. Hann var ekkert að spyrja mig. Og hann fór fyrir Hæstarétt og vann málið. Það náttúrulega kom ekki, ég var ekkert að fá peningana tilbaka, ég þurfti að borga fólki fyrir vinnuna sín og allt það. En þarna kom maður sem rétt leiti yfir þetta og segi, tek þetta. En allir segja að þú ert ekki í lagi, mér ert búin að tapa öllu og allir að fara að halda áfram. Já, ég var rétt að standa. Ég gerði ekkert að mér. Nei. Og svo kemur nú í ljós er það ekki þegar að þú ert að losa bústaðinn þinn, litlu sumarhöllina þína til þess að selja hana eftir þessi upp í málskostnaðinn, að þá sagður mér manni einu sinni að þá hefur fundið dagbækurnar þínar frá því þú varst barn sem að þar sem þú raunverulega sást það svart á hvítu þar sem þú hefði skrifað þessa reynslu þína sem barn, þannig að það var svolítið svona sláandi að fá þá eins og sönnunina. Þetta ég hef náttúrulega var aldrei í vafa þetta hefði gerst en sko ég hef alltaf verið með blað og blýant að króta. Það veist, það sem ég hugsa og ég var talin svo lýið barn að því að ég var að segja já, ég var að leika við krakkana hérna út í hrauni og það var, ég fekk gott að borða þarna í kaffitímanum en hinni krakkarnir vildi ekki leika við þessa krakka og þú veist, þetta var eðlilegt fyrir mér. Þannig ég bara stempluð þessum lýin og hérna þannig að það var mikilvægt þess vegna var ég kallaði það ég var að skrifa Guði og að ég hérna
fóstur amma mín þarna í Hafnarfirði, ég var sett í fóstur, hún kendi mér að trúa á Guð. Og ég var náttúrulega byrja ekki að skrifa fyrir henni var 6 ára, en síðan hef ég hef alltaf verið með blað og blýant við hendina. Þannig að dagbækunar, þú sagðir, þær voru eins konar Ég hendi þeim svo daginn. Já, það fannst mér nú alveg ægilega vond tíðindi. Já, og svo hrættum að einhver myndi særast þegar að sæja þetta. Það var fleira líka, þetta voru 20 bækur. Já, þetta nú verulega svona vond tíðindi að þú hefur hent þeim, en þú hefur þurft eiginlega bara snemma átt að pæla í því hvað má segja og hvað má ekki segja. Já. Þótt að maður líti á það sem sannleika, þá stundum, eins og sagt stundum á satt kjurt liggja. Já. Og stundum má það alls ekki kjurt liggja. Já. Svo ertu hérna hjá mér í dag, þannig að við ákváðum einmitt að við bara myndum bara tala þetta, það væri eiginlega ekkert... Þetta er mál sem að ég lærði á og lærði að standa með mér. Þú veist, það gerði það enginn annar. Og þegar að ég leyndi þessu fyrir öllum, ég sagði meðal hans bróðinu mínum og börnunum mínum þegar ég var fertug þetta atvik og hérna ég vissi að hann bróðir minn myndi ganga frá þessum náunga. Þessna var þetta leyndarmál. Líka skömmin. Skömmin að ég skulle hafa vita af skammast mín. En það ekki einmitt algengt að fórnarlömb eiginlega setji skömm eða upplifa það sé þeim að kenna? Já, ég held það. Ég held það ekki að ég veit það. En þú varðst fyrir þessu, þetta ekki bara eitt skipti, þetta var svona, það ekki... Þetta var bara tímabil alveg frá því þú varst ung? Nei, þetta var bara eitt skiptið og þá fór ég að fara til fósturforeldra minna alltaf því ég átti frí í skólanum og líka á jólum og hátíðum og það var alltaf mánudagsfrí. Þá fór ég á laugardegi og kom heima á mánudagskvöldi. Ég passaði mér að vera ekkert heima. Og ég sagði aldrei fósturforeldrunum mínum frá þessu. Eða neinum. En þá fekk ég fekk að vera bara krakki. Krakki í friði. Já. En svo líka það ekki þannig þegar þú segir frá, þegar þú eiginlega tekur þér það svona valda að segja frá þessu fertugt, þá ertu ekki bara að hugsa sjálfa þig að losna við skömmina, heldur ertu líka að hugsa aðra, önnur börn sem að hugsanlega geta orðið fyrir. Þetta byrjaði að þessi maður, hann kynntist yndislegri konu og hún var yndisleg amma og hún var að segja hún var kannski með 4 ára barn hjá barnabarn sem lá á milli þeirra og þá kom klærnar upp í mig. Ég varð að bjarga þessu barni. Ég varð að segja frá. Ég sagði þessari konu frá þessu og hún sagði ég trúi þér ekki og svo voru þau réttarhöldin og þá kom í ljós að það voru marga aðrar stúlkur sem hefðu orðið fyrir barðinu á þessu manni sem að gáfu vitni. Þannig að hún náttúrulega varð að trúa mér. Ég sé eftir að hún var svo góð, ég vildi kynnast henni. Þetta var og örugglega
yndislega manneskja. Það hræðileg svona mál bara. Já. Þannig að sér það margir sem að sko, og svo segja þetta og svo var verið að segja við stelpur sem hefur verið nauðgað, það þeim að kenna. Þú veist, akkur hægt að segja þetta án þess að vita það með vissu. Kannski hefur einhver verið að skrökva, en ég hugsa sko 99% voru að segja satt. Já. Þetta með mitt að segja minn sannleika. Já. En hvernig þegar fólk kemur til þín og svona leitar til þín, það þá stundum einmitt að fá einhvers konar staðfestingu frá annarri vít sem sagt, frá hinum framliðinu eða frá einhverjum að það sem þeir hafa að segja og ef það ekki áður hlusta hér að það sé satt, finnst þér þetta vera? Þegar að fólk kemur og segir svona og þá horfi ég að leiðbeinandi þeirra sem við hliðin á þeim, alveg svo á þér núna. Ég vona þetta sjáist í sjónvarpinu, aðalinn sem hjá þér, að þá tala ég við leiðbeinandinn til að vita hvað ég má segja og hvernig ég geti hjálpað þessara mannesku. Þannig að það sko nánast ómögulegt að skröka að mér. Fyrir ekki að ég nota ekki orðið ljúga, að það er svo ljótt. Já, en skrökva. Já, þannig að þú færður umverulega... Ég fæ alltaf sannleikan, en stundum er ég bara að þegja yfir því, ég get ekki sagt sko, já, hann Gvendur hérna við liðna þér, hann sagði þetta bara ekki sett þér, þú veist, eða staðfesta það. En hefur þú stundum sagt eitthvað sem þú hefur upplifað síðan að þú hefur sagt of mikið eða fólk einhvern veginn ráð ekki við sannleikan? Nei. Ég held ekki. Af því að og sérstaklega í sambandi við sjúkdóma hjá þeim og öðrum og oft á tíðum með fólk sem ég bara hitti, það er búið að merkja það, þannig að það á kannski 1 eða 2 ár eftir. Ég get ekki sagt við það, ég get sagt hvernig er heilsan. Flestir segja, hún er bara góð. Það bara ekki meira. Nei. En ef fólk virkilega biður það að þú segir sannleikan, er einhverja siðareglur miðla, skilur sem að þú, er það bara þitt eigið? Ég má ekkert segja sem að ég má ekki kenna fólkin leiðina. Nei. Já, í lífinu. Þú getur sagt ef að kemur annarkvæmt kona eða maður og er ekki hamingjusam í hjónabandi, þá má ég segja þið þurfa að læra að dansa tango. Það er nauðsynlegt. Þá segir fólk, ef að fara í skóla? Nei, bara í lífið er þannig. Maður þarf að dansa í takt. En ekki vera að stíga á tærnar á hvort öðru. Svona ómaklega. En þessi leiðbeinandi hérna, finnst þér hann vera með þetta í viðtalinu? Sko, allar að borga mig fyrir þetta. Já, það er svona gott að séu allavega svolítið margir hérna inn í... Já, en verður bara fegin þó þarf ekki að vaska upp eftir allt þetta fólk hérna. Já, það er nú gott. Já. Þau eru bara hérna... Þá er endalaust að hella upp á og vaska upp. Já, það byrði ekki einu sinni kaffi. Já. Hugsa sér. En nóg þetta. Viltu fá meira kaffi, Þórunn? Viltu fá meira kaffi? Já. Ég vissi ekki að ég mæti að fara að fá mig sopa. Jú. Við erum í þessari ferð, við erum bara í róliheitum. Sko, það sem ég ætlaði líka að spyrja varðandi það hvað má segja og ekki segja. Það má ekki
þú mátt ekki segja einhverjum að það sé illa gift. Nei. En þú mátt segja við manneskju sem að, ég ætla ekki nefna að það sé komin tími til að henda sjálfselskunni og leyfa ástina að koma. Þetta eru þessi svona tegund af leiðbeiningum. En geturðu lýst fyrir okkur, þú gerir það náttúrulega í bókinni, bókin Valsa milli víta, svona sjálfsæfisöguleg lýsing á þínu starfi. Geturðu núna, hún nú löngu uppselt sko, en ég að vona að ég get ekki við hann út aftur. Já, geturðu sko aðeins bara sagt okkur svona hvernig, bara þetta dæmi, sérðu eins og þú segir að fólk sé merkt? Já. Sérðu það þá, það bara einhver eins og... Það bara eins og svona svartur, ég kannski ímynd með að setja kross, en mér sýnist þetta að vera kross þegar að fólk komið með það alveglega sjúkdóma að það verður ekki afturhorfið. Það getur líka verið slys. En þannig að fyrir þér eitthvað sem heitir forlög eða örlög, það að segja það eitthvað, hefur ekki þurft svolítið að kljást við þær spurningar líka? Nei, og ég sko forlög og örlög, ég skil ekki þessu orð. Ég veit að manneskjan, hún á að geta stjórnað sínu lífi og lifa góðu lífi, en henni líka frjálst að gera mistök. Og mistök það besta sem maður getur gert. Þá lærir maður, ef maður lærir á því. Þannig að það sem þú raunverulega þitt starf felst í því að vekja fólk til meðvitundar leksjuna, mistökin til dæmis og leiðirnar sem það hefur ólíkar leiðir. En ég að meina samt þá, þannig þetta leiðbyrna fólki. Þú hefur þetta, en ef fólk orðið merkt, meina ég, það svolítið svona, ef það komin krossin... Þá það hérna, þá það bara að biðja þau að fara í blóðpröfu eða eitthvað álíka. Hægt að taka þennan merkimiða? Nei. Það ekki hægt? Það bara tíminn búinn og það bara flott. Sumir eru ofboðslega þreyttir á basli í lífinu, oft þegar að fólk frekar snemma. Ég hefur svo lítið verið innan fíkla, þá tala ég sko, það til matarfíklar, ástarfíklar, vímuefna, þú veist, það þessi marga tegundir af fíklum. Þeir kalla þetta allt fíkla. Ef að manneskja borðar sig til óbóta og hérna kemur til mín, þá eina leiðin sem ég get talað við hana eins og fíkil. Skilurðu? Já. Og mér hefur verið svolítið ágengt með fólk í alls konar neyslum. Mér var það. Ég hætt að taka eða minka að taka hvern og einn. En ef eins og þú sagðir áðan, þú vildir síður vinna aftur með lögreglunni eða koma svona í kannski glæpamál, en ekki erfitt þegar fólk kemur kannski með erfiðan fíknivanda og þú þarft eins og að horfa inn í þeirra veruleika og þeirra umhverfi, tekur það ekki á þig? Það tekur svolítið á mig og en þá kemur aftur leiðbeinandi og stundur segir leiðbeinandi bjótu þeir sem aðra kom eftir 2 ár. Og þá ger ég það að því að þessi aðeila var ekki tilbúin til að sleppa þessari neyslu.
Og þú finnur að þú getur ekkert sagt. Allir þurfa bara að ákveða fyrir sjálfan sig. Já. Hvað þú vilt gera og leggja á þig. En stundum gleymum að vandamálin geta formast sem veikindi í líffærunum. Oftast. Þannig að menn þurfa einhvern veginn að taka sér taki og sjá líf sitt í svona aðeins stærra samhengi og bera ábyrgð þá eiginlega á sér, já, í stærra samhengi eða hvað. Já. En svo náttúrulega aðrir, ef að þú ert barn sem að verður fyrir einhverju, þá spurningin mitt hver. Þá það, svona opnur hérna, þá get ég sagt, farðu í kór, af því að þú getur ekki talað almennilega sjálfan þig. Farðu og syngdu þess vegna í kirkjukór. Bara til að opna. Þú berð ekki ábyrgð á því sem hún verður fyrir af hendi annara. Nei. En þú getur ráðið hvernig þú vinnur með það. Eins og annarkvæmt að skrifa eða tala. Mér finnst ég að vera mikið komin til að tala. Og leiðbina. Þetta svo aðstæðilegt að segja þetta. Ég sagði, já, ég hérna. En hvað segir nú leiðbeinandi þín? Segðu okkur aðeins frá... Hann talar ekkert við mig. Hann talar ekkert við þig, nei. Nei, minn talar heldur, ég veit ekki alveg með, nefn í draumum kannski, hver veit. Stundum segja maður sko, ég hef á tilfinningunni, ég ætti að hringja í Þórunni. Er ástæða fyrir því? Já. Vantar hann að þig? Já. Og svo segir, nei, ekki núna. Eða ég bara gleymi því og hringi á morgun. Eða einhver sem að þér finnst þú þurfa að tala við eða hugsa þá rekstu kannski á hana á Laugaveginum. Eða... En hvernig getur aðeins sagt okkur bara ef við bara tökum áður og höldum áfram í þessum blákalda veruleika þegar sem þú hefur lent í eða með þennan hæfileika getur þú aðeins skellt upp smá kennslustund í þessum leiðbeinanda telur, að því þú talar þetta svona mjög eðlilega er þetta eitthvað svona að þínum að þetta staðreind að allt fólk sé með einhverja leiðbeinandi anda í kringu sig? Það eru allir með sko verndarengil en ég viðurkenni það að ég sé ekki vængi á englunum. Ég sé bara þessa veru. Allir er með það og hún er svolítið sniðug svo eða sá. Það yfirleitt finn ég ekki kynið á þessum verum að ef að ég er búin að drekka á mikið kaffi í dag þá missi ég bollan og þú veist, eða ef ég er búin að vera að djúsa þá ver glasið fram af borðinu að því að lagði það vill frá mér, skilurðu ekki að því að kæmi ykkur og lemdi í það og svo þetta er verndarengillinn sem að þú fæðist með. Ég vil halda því fram að hann komi þegar kvikna líf í móðuðinni. Þetta sé bara hluti af, þetta sé raunverulega, maður sé þá ekki einn, þetta er raunverulega sá sem kemur til lífsins sé með þennan verndarengil alltaf í einhvers konar tango. Og hann hjálpaði þér, eða hann og hún, hjálpar þér að fara yfir á næsta stað. Kannski hán? En fólk segir sko, er það amman mín? Eða hver er að... Og þá segja, þetta er ekki fylgja. Þetta er verndarengil. Svo kemur leiðbeinandi og sko stundum er leiðbeinandi segjum það og sért að hugsa að læra eitthvað. Eða þið langar til þess að þú heldur, ég er ekki nógu gáðið til þess.
það þýðir ekki að fara í háskólan fyrir mig. Þá kemur svona leiðbeinandi og hann kemur með hrúgu af bókum og eins og ég setur í fangið á þér. Þá get ég sagt, sko, ef þú ert að hugsa að fara í nám, þá drifðið í því. Ég get ekki sagt, það var kall sem að koma hérna og lagði bækur hjá þér. Nei, enga bækur. Já, en leiðbeinandi, verndarengillinn sem umverulega þá bara hjúpar mörguleiti þú. Verndarengillinn einhvern veginn algjörlega hluti af sálinni eða í kringum hann, en svo leiðbeinandi eitthvað annað. Já, svo getur verið, við skulum búið þessu sögu með að fara að að læra. Svo kemur annar og eftir námið og kemur annar svona spekingur og segir nú skaltu leggja áherslu á þetta fag. Og þá má ég segja, ertu mikið fyrir bókmyndir eða enska bókmyndir eða ertu fyrir reikninga, ég veit eitthvað sem að hann segir. Og þá segi ég yfirleitt það sem að manneskjan hefur mest áhuga á. Og þá verður svona masterinn. Já, hljómgrunnurinn til, þú ert ekki að segja neitt nýtt, fólk veit einhvers staðar undir niður að þetta er, en leiðbeiningi felst í því aðeins að svona benda á það. Fólk heldur að það sé ekki hæft til að vinna svona vinnu. Kannski líka sé ég nú fyrir mér að því við erum að kljást við mitt í þessu MeToo anda að trúa börnum sem segja frá, að við eigum erfitt oft með að trúa börnum og hlustum ekki á börn og hlustum að þeir virðist ekki alveg nóg vel á okkur sjálf heldur. Þannig að þú ert að leiðbeina fólki hvernig eigi að hlusta á þessar raddir sem eru að inn í höfðinu að segja að leiðbeina, að við fáum kannski í vöku og draumi meiri leiðbeiningi gegnum einhvers konar innsæi, er það ekki? Jú. Þá komum við að þessu innsæið. Ég ber mikla virðingu fyrir því. Og sumir finna það hérna, fá aukinn hjartslátt eða eitthvað. Aðrir fór bara hugsun hérna. Þú ert með þitt innsæi svona, þetta sköpunarlétin, skáhald ekki beint niðri, heldur, það er svona, dreymir þig bara, en þú ert ekki að fá almennlega vitneskju, fyrir ekki að, ég meina ákveðna vitneskju. Þú ert að hafa fyrir því. Það kemur á dulmáli. Já. Ég þarf að ráða dulmálið. Já. En einsæði kemur mismunandi hjá fólki og fólk verður að læra ef að maður vill, sem sagt, þá það er líka hægt að lifa lífinu alveg án að nokkuð komið fyrir. Ekki veikindi, nokkuð að enginn degi þó hann sé 200 ára. Þú veist, sumir fara svona í gegnum lífið. Ég kalla það stikkfrí líf. En er það þá ekki kannski bara því þeir eru svo vel einhvern veginn tengdir við sína... Nei, þeir sem eru þannig, þeir eru svona oft einsettu fólk eins og var sagt í gamla daga þá eins og Gísli á Uppsölum. Hann þurfti ekki fólk. Hann bara var með sína sálma eða sína hugsun og þó hann var ekki talandi þá var hann mjög trúaður. En það er maður sem sem ég kalla, hann var að klára síðustu leifarnar af þessu ferli sem að lifa og lifa aftur og ég tek hann bara því að En þurfti hann ekki Ómari Ragnar sinni halda, sem sagt? Nei. Ómar þurfti hann til okkar, alls og traust. Opna augun á okkur. Það þurfti ekki að opna augun á
gamla manninum. Hann var ekkert að skipta um húi þó hann var komið sjónvarp. En hann þurfti ekki þá lengur kannski að fara í gegnum þessa svona þessa þjáningarbraut, en er þetta að meina líka að sumir svona komið sér undan því jafnvel, svona eins og geti komið sér undan, þú sagðir eitthvað orð áðan, free-riders eða hvað það er, eitthvað sem komið sér undan þjáningunni og ætla að reyna að sleppa, lenda þeir þá ekki bara aftur í skólanum? Jú, þetta er eins og að svindla í 7 ára bekk, að þá þurfti að taka 6 ára bekk aftur. Þú getur ekkert svindlað á lífinu. En þú lítur á lífið sem skóla, er það ekki? Já. Svona sem eins og mystík, náttúrulega allir eiginlega sem eru í einhverju svona mystískri iðkun trúa því að við séum að læra, við þurfum einhvern veginn að læra annað heldur en sem við lærum í skóla. Ég er svo rosalega heppin að þegar verið að taka til hvað ég hef verið að gera í gegnum tíðina, núna þegar þú hringdir í mig í gær. Og ég sagði, ég er búin að gera þetta og hvað lærið þið þar? Já, og svo gerir þetta. Já, það var svona, ég setti þetta í fæl. Ég kann ekki fæl. Já, þetta var líka svolítið falleg mappa, þessi svarta mappa hérna. En hún rúmar nú alls ekki allt það sem þú hefur gert. Það hefur, Nei, ég er marga kassa. Og það sem kannski má segja að sé merkilegt finnst mér að þú á Íslandi oft ertu kannski hópi, það eru svona völvur, við auðvitað eigum okkar hefð með að trúa völvum og völvur eru að tala um völvur og seiðmenn og seiðberendur, umverulega kynhlutlaust orð, seiðberendur sko sem eru í skáldskap okkar og skrifum alveg frá upphafi. Þannig að það er ríkin og einhvers konar virðing á Íslandi fyrir innsæinu sko og annarri vídd. En síðan er það eins og það hafi verið, þú hafi verið kölluð til sko svona erlendis frekar í rannsóknir og í myndir og í svona samræður umverulega þar sem þú ert tekin alvarlega sem eins og þetta sé sem sagt alvöru og mikilvæg rannsókn sem þú ert að stunda. Getur þú sagt okkur aðeins frá? Það hefur bæði verið að gera þetta hjá Edgar Cayce Foundation og margir sem stóðu á því. Ég var líka skóla þar til að læra eins og til dæmis með drauma. Og ég vissi ekki að ég verið miðill þegar ég fór þangað. Og þetta var óvart. Ég fór eitthvað kúrs og þá, ok. Svo hefur verið að kynntist við köllum okkur hérna ekki galdrakonur heldur eitthvað annað, voru nokkra saman. Nokkur nornir? Já, nornir. Já. Og þar var fullt af einhverju sem lærði nýtt en ég valdi að sko, svo fór ég út í það að skoða allar bækur í sambandi við trúmál. Að ég skildi ekki að hvort fólk var svona vond og það líti að vera eitthvað í Biblíun eða þessum bókum sem segði að væta mig vera vond. Svo ég pældi gegnum hver trúarbragðafætur eru íslensk og erlend og allt og ég fann ekkert nema það að þeir samanstóðu í öllum bókunum og að elska náunganum og sjálfan þig. Og það er ekki að vera sjálfselskur. Það er elska náungan eins og sjálfan þig. En í trúarbragð í bókunum, Biblíunni og fleira er nú svolítið mikið ofbeldi samt. Já, það náttúrulega voru
menn sem, það er náttúrulega, það var svo, sko, þeir voru í hundruðum ára að skrifa biblíuna, hinur þessi gæjar, sem að hélt að þær hefði haft allan sannleikan. Ég hef stundum verið að hugsa að þið verið að tala svona. Eitt sem ég hugsa mikið að svo stendur í biblíunni, í húsi föður minns margar vistarverur. Og þetta finnst mér sko æðislegt. Þetta er ekki verið að tala höll, heldur verið það er alls konar típur. Við þurfum ekki margar að vera vistarverur. Við þurfum ekki að vera öll í sömu. Nei, og það er bara þetta er flott. Herbyggin er flott. Og þarna kemst, þegar þú ferð í Edgar Cayce stofnunina, hann er nú svona þekktasti, er það ekki kallast spámiðill eiginlega, og svona kennari. Sofandi spámiðlum, hann er bara með heilt setur og búið marg prófan. Já, hann var einmitt svona, þetta var svona eins og hálfgjört skemmti. Ég vissi ekkert hann heldur. Nei. Ég fór þarna því að ég var veik og maðurinn minn, hann hafði fast gaman að spila golf og þegar hann fór á golf, þá fór ég og leitaði upp ykkur bókasöfn. Þess vegna fór ég þarna. Og fannst þetta bara af tilviljun? Já. Þetta var bara í þessu samfélagi sem við vorum í. Og þá er eiginlega... Þá er bent á að þú sért miðill. Þessi kannar, þeir nota þvílík stóryrði og segja sem merkileg. Þetta er bara típist Ameríkumenn. Gera svo mikið úr öllu. Miðill, ég bara rugluð, ég var alltaf vitað það. Já, þú hafði bara þangað til ekki verið búin að eiginlega viðurkenna eða svona, þú hefði ekki tekið mark á þessari rödd. Eða þessari bara fyrir mig. Sín, já. Og svo bara var ég að segja. Og þarna eru gerðar einhverjir svona rannsóknir á þér? Já. Það voru gerðar ýmsar fóru svona hæfnispróf. Eins og bara taka hlut og tala hvað hluturinn er. Og svo fór ég og miðlaði og ég fekk bara hausverk af því. Eða maður fannst það þegar ég vaknaði. Þau voru mjög ánægð. Og fjarskipti eða ég segist að eins og þegar ef að þú myndir hringja í mig og segja að vinkonu var mikið veik og þá spyr ég hvað heitir hún og skrifa það og hvar er hún á Borgarspítalanum á hvað hæð spyr ég og hvaða stofu og þá sest ég bara svona niður, slaka á og við getum kallað ég ímyndi mér það eða samt virðist að hafa verið rétt. Þá fer ég leiðina að Borgarspítalanum frá Kópavoginum og inn á þessa stofu og bið fyrir henni, snert hana og svo ég allt í henni sest í stóli minn. En þú hringir og segir getur verið að þú sendi ykkur til hennar í gær. Allt í henni þá fannst henni hún vera hressari. Ég er ekki lækna en hress. Þá byrjar líka menn sjálfur að hjálpa sér. Þetta er það er konar enginn sem að getur beint læknað. Maður getur farið til miðill biður yfirleitt þann sem að hann treystir best og ég segi hún Guð
Hún er svört. Nei, ég segi það þegar fólk efast Guð, þess að ég trú á Guð og hún er svört. Svört kona. Já. Það er flott. Já. Ég fer að tala við almætti sem ég trúi á og bið aðstoð. Ég lækna ekkert. Já. En þarna á Casey þá var mér sýnt að ég gata. Reyndar var ég send frá Casey til Íslands eða þú veist í þeirri tilraun. Já. Þetta er eins og slökkvilistjóri, þú ert bara beðin að það er hringt í brunaliðið og þú sendir út slökkubílana. Nei, ég er slangan. Já. Og slökkviliðsmaðurinn. En ég stekk ekki á því. Nei. Ég þarf að skrúfa frá slöngunni. Og svo bænarhringir þegar fólk er náttúrulega, Já. Þetta er svona talandi undirheimana, þá er þetta annars konar undirheimar eða yfirheimar, þetta er eitthvað svona andleg iðkun á Íslandi til dæmis. Stundi fyrir þetta út í öfga og hérna, Já, trú fólks á mætti bænarinnar. Og mætti sjálfsins. Já. Það vantar humble. Auðmýkt. Nei, humble. Já, er það ekki auðmýkt? Hóvarð, auðmýkt. Já, hóvarð, já. Gagvart þessum krafti. En nú finnst mér ég bara vera búin að tala alltaf mikið þetta. Já, við erum líka, við getum kannski ekki alveg bara lagt sannleikan andaheiminn. Það er ekki hægt. Ekki allan hérna í einu, þótt að við getum, það væri nú svona freistandi að afgreiða hérna í þessu helgispjalli. Þórunn Kristín Emilsdóttir er hérna hjá mér fyrir þá sem voru að detta inn í útsendinguna, hlustendur og áhorfendur á laugardagsmorgni. Við erum svona að morgni dags reyna að drekka kaffi til að vera, hafa málstöðvarnar í lagi, til að reyna að nálgast þennan veruleika sem er mjög svona óhöndlanlegur að mörgulegt, þetta andlega svið sem að við vitum svo sem og finnum fyrir á stundum og köllum til og erum að þjálfa okkur kannski í að treysta. En þegar að áður en þú ferð þarna til Ameríku, ert svona, má segja, þetta er svona í Idol-keppninni, þú ert svona uppgötvuð, þínar hæfileikar eru uppgötvaðir í Edgar Cayce, þá ert þú sem sagt bara innan gæðslega bara venjuleg kona, þú lærðir... Ég er bara 4 barna móðir og gift og hérna... Ert framreiðslumeistari? Já, en ég var bara glasamanneskja þá. Ég var bara að vinna á börum og svona. Svo fór ég að læra á rígfullorðin í hótel- og veitingaskólanum og kláraði það náttúrulega og fekk margar og góðar vinnur, spennandi verkefni og var útskrifuð sem meistari 89 og já, og svo bara voru atvikið þannig að ég var ekki ég hætti að vinna eitthvað 10 ára seinna, ég man það ekki alveg og þá fór ég að það var sko, það er aðstöður sem að já voru þannig og þá fór ég að hérna uppgöta það að ég gat tala við fólk eða fólk kringdi mig og sagði mig bara nafnið sitt, ég heyrði röddina og þá teiknaði ég myndir af ekki manneskjunni heldur ferlun hennar, stundin sem bara tré og þá var greinarnar, þá var
kannski brotingrein að við misti eitthvað svona eða blóm eða stundum mannsandlit og þegar að manneskja kom til mín ég hringdi og lét hana fá tíma að þá fékk hún mjög góða miðlun og myndina með og ég verði þessi í nokkur ár ég hef aldrei ég hef talið hvað ég tók móti mörgum en þessum nokkum árum en þá fór ég að finna annað sko þetta var ég veit ekki hvernig ég gerði þetta bara að hugsa annað og svo bara teiknaði ég eitthvað og svo fór ég að sittast niður og við skulum segja hugleiða eða trans ég veit ekki, það er stutt á milli það held ég kannski stutt á milli á sumum já, þá fór ég að mála myndir af sko alveg frá frummanninum og langt fram í tíman núna ég hætti því svo 2009 2029? Nei við erum sko ekki komin 2029 1900 myndirna voru frá 1994 til 2009 ok ég var ekki að gera grína þér, ég var bara að hlæja því að sko hvað tíminn er afstæður líka sérstaklega er það ekki í þessu svona trans ástandi þá er hann svolítið svona tíminn getur ekki, þú getur alveg farið aftur í tíman og fram í tíman ég er að segja það sko mér finnst að ég er til dæmis með myndjaða sem er frá Atlendis borginni sem hvarf og ég gerði aðra mynd af þetta er svona eitthvað sýnishorn þetta held ég sé komið núna sjáum við þetta Laufey, að það er sagt að þegar að þessi staða sé á tunglinu eða mánunum á jörðinni þá breytist allt í heiminum og verður ekki eins og áður var þetta er kona sem að hefur ég sá hann ekki þegar ég var að þetta var svartum pappír en ég held að þessi stríð og nú eru allir ég er ekki hrifin af tíkum eða pólitíkum að þetta það er allir að snúast á vitlausa liðar enginn er heiðarlegur eða hreinn í pólitíkinni ég meina allan heim bara Zelenski og Donald Trump og allt þetta hvað ætlaði þessi menn að gera en kannski því ég trúi því að þegar þetta er búið og ég tel að það sé svona allavega 15-20 ár þegar það klárast sýnist mér á mynduna hjá mér að þá verðum við komið inn í einfaldari hluta þá verðum sumir halda þá verður róbótar farin að spássverja á Laugaveginum og afgreiði búðunum þar og eitthvað ég ekki svo mikla trúa því tæknin er góð en aftur segi ég hún er ofmetin ég hef ekki vit á þessu frekar en pólitík Já, þú getur spáð í framtíðina eins og aðrir náttúrulega. Það eru ýmsir sem eru hagfræðingar og svona fræðingar sem er sko leyfa sér nú aldeilis að spá í framtíðina. Ég ætla að sýna þessa hérna mynd
sem að mér langar svo óbóðslega til þess að geti orðið að þetta sýnir samstaða þjóða. Þá Norðurlöndin og ef þau taka höndum saman fólkið, meira sé að aðeins í Skotlandi hérna og aðeins í Rússlandi. Nýst í Rússlandi. Ef við tækjum öll höndum saman, þá myndi gleðin ríkja. En þetta svo erfitt að fólk til að taka höndum sem þetta eru ljósberar, eins og ég málaði. Og þetta já, ég vildi óska þess að ég vera galdrakell líka og segja, látið vera, eins og látið vera ljós og þá ljós. Haldist í hendur og það haldast allir í hendur. Spyrir ekki, Þetta fallið mynd, en ég verð að segja að það er svolítið erfitt, sko maður þarf einmitt, þetta svona myndlistarmiðlun og maður þarf að alveg opna fyrir samt svona einhvern túlkunar auga. Já. Opna fyrir þriðja auga til að lesa úr því sem þú ert að lesa. Já, þetta er bara það sem ég fann þegar ég var að ég gaf réttu myndina en bjó til jólakostur sem ég gerði yfirleitt við myndirna mínar. Og þú ert að fara að halda sýningu á myndunum þínum er það ekki núna á næstunni? Já, hérna í Gullsmárunum þá leyfði mér að vera með part úr degi og ég bað þær teikna myndir af málverkunum mínum og sýni það útskýri og svo fæ ég líka að láta myndirnar sjálfar hanga á vegg þar sem að þær eru betur skýrari. Þegar búið svona varpaði upp þá verður það svolítið múrað eða eitthvað. Þannig að þú ert bæði eiginlega með myndir sem að frá þessari uppaflegu myndlistarmiðlun eða teiknimiðlun þar sem þú eiginlega kemur til í þessi aðferð að teikna vandamanneskjunar eða stöðumanneskjunar eftir einhverju hugsýn sem þú færð. Já, það er bara maður og mann. Já, maður og mann. En svo ertu komið, seinna kemur þetta þá að sjá maður í heim. Já, svona stærra samhengi. Ég hef líka skorið út uppafs eða frumfólkið. Nei, jú, ég er að skera út líka. Við erum nú að Laugardalsmorgni, við getum ekki alveg fundið öll orðin, en sko finnum þó mörg, verð ég að segja, og mörg óvenjuleg. Þannig að þú finnur líka, ég verð að segja það, mér finnst mjög gaman að ég hef starfað sem rithöfundur og það er mjög ánægjulegt að vera í tengslu við þig líka bara í tungumálinu. Þú talar náttúrulega mjög myndrænt oft og tjáir þig með myndum og beinleinis, en líka einhvern veginn notkunin á tungumálinu og orðin og hugtökin það er mjög skapandi og skemmtilegt, alveg burtsér frá því hvort að maður trúir á andaheiminn. Krakkarnir mínir segja, mamma getur ekki talað íslensku. Þegar segja, getur rétt með ríuna hana? Portugísku? Já. Þú ert þá með gott minni á gamla tungumáli. Já. En áður nú ég aðeins biðum að segja frá aðeins meira frá þinni svona æsku og hvernig þú komst að þessari upplifun í æsku, af því við erum að tala um myndlistina. Þú varst eiginlega aðstoðarkona á Feneyjarbíennalnum eitthvert árið. Já, ég man ekki hvaða ár, en Steingrímur, hann bað mig að koma. Myndlistarmaður. Og þetta var að kaupa rollu af huldufólki.
Já, alveg rétt. Sko, Steingrímur Eyfjörð, ég finn nú ekki ártalið, en Steingrímur Eyfjörð, þetta er 2007 líklega, eða sem að hann Steingrímur Eyfjörð valinn til að fara inn á Feneyjabiennalinn og eitt af verkunum hans var það ekki. Nei, já, þetta var, sýningin hét Lóan er komin. Er það ekki rétt? Jú, alveg rétt. En það var eiginlega minnst Lóana. Meira kindina. Það voru 72 myndir af mér upp á vegg. Nú á sýningunni? Já. Já. En svo voru myndir af sem sagt krónni, litlu krónni þar sem að huldu kindin og var hei og var kind. Já, og það var líka dallar undir vatn, allt smíðað úr tré og það var passað, það var alltaf vatnið í að því enginn sá kindina. Nei. Málið var það að hún dó af því að það var hægt að hugsa hana. Nú. En það eitthvað sem enginn trúir og það er allt í lagi. Ég þurfti að láta borga fyrir kindina með brýni, ekki venjulegu brýni, heldur ykkur sem ég fekk í þetta niður á Laugavegi. Brynju? Já. Sem var, já. Þeir bara sögðu alveg sá sem átti kindina, semst huldumaðurinn. Hann sagði nákvæmlega hvernig hann vildi fá að borga og við fórum, og þetta var kvikmynda þegar ég rétt, hann vildi ekki taka við þessu hjá Steingrími, ég var að rétta þetta til hans. Svo er nú ég líka búin að vera í sambandi við huldufólk og álfa og stjörnufólk með Saint-Michel-Roux. Já. Fransku kvikmyndagerðarmaður sem kom inn og gerði mynd ósýnlega heiminn á Íslandi og talaði við fullt af sjáendum og fólki sem í samskiptum við önnur svið. Alveg stórmerkileg mynd. Já, ég búin að vera í 3 eða 4 heimildamyndum hjá honum í gegnum tíðina og það mjög uppbyggilegt fyrir mig. Ekki sem kvikmyndastjörnu, heldur hann sagði alltaf bara já, þegar ég sagði, viltu beina þessu þarna og sérðu þetta? Nei, sagði hann, viltu samt gera þetta? Þetta gerði rosalega mikið fyrir mig. Hann trúði þér? Já. Stundum of mikið fannst mér. Nei, bara hann heldur ég geti allt, en ég get ekki allt. Já, sumir náttúrulega það ekki fara að spurja þig, bara fara að ringja og spurja hvort á ég að fara í þessa skó eða hinna skóna eða hvort á ég að fara til hægri eða vinstri. Nei. Og afsala sér þó eigin ábyrgð eða hvað. Já. Ef skónir og litlir þá bara meður þig. Ef stór þá færið helsæri. Svo ráttið bara. En huldukindin sem dó, fannst þér nú í þessum svona, þarna ertu í... Mér fannst það leiðilegt og ég fór þarna niður þarna við Hvítá og baðst afsökunar og baðst bara náða að tala við þennan fullorðna mann og já, og sagði mér þetta er leiðilegt en þetta ég hefði þurft að fara en það verið lofað að hún fengi alltaf og nóga af vatni, var bara vatn sem hún þurfti. Það var heyju undir. En hvort þetta er raunverulegt eða ekki, þá skiptir ekki máli. Fyrir mér var þetta raunverulegt. Já, og kannski verkið hefði þátt að vera eiginlega áminning það að það er þetta mikilvægi að gefa einhverjum vatn sem er... Hvort sem að sérst eða ekki. Já.
En þetta er alveg svolítið harður heimur líklega, svona hinn alþjóðlegi myndlistarheimur eða listaheimur og þessir alþjóðlegu stóru svona heimar eru dálítið harðir, upplifum maður. Já. Og fannst þér upplifður svona skilning á þessum andaheimi og þessu að þú væri að tala við huldufólk eða var þetta tekið sem grín? Ég veit að ég var ekkert, sko, þegar var að opna sýningin, þá var menntamálaráðherra Íslands kona og hann að kynna mig og hann segir, þetta Þórunn Kristín Miðill og hún var með hendina svona, hún kippti hendina þessi. Svona verið oft verfið, sérstaklega hjá mentafólki. Já. Ég segja stundum með fólk ofmentað. Og meðvita og hrætt þá eiginlega bara við eða? Já, það bara á bókina. Já. Það fer ekkert út fyrir kassan oft. Er það þá kannski hrætt við að smitast af einhverju vitleysu? Já. Það tekur í höndinu að þess? Já. En þetta er oft gert að fólk, þú veist, forðast mig. Þegar maður ekkert að básuna það að maður sé miðill. Finnst þér að hafa breyst á Íslandi núna svona afstæðan til þeirra sem að ekki tala tungum endilega en svona tala þennan andlega heim? Ég hef ekkert verið neitt svona síðustu árin neitt ég lítið verið innan fólk. Já. Þannig. En ég var náttúrulega kringum bókina, þá komst Dagblaðið eða skrifaði fyrir líklegast þennan mann. Ég var rökkuð niður og líka sá sem var verjandi hans sagði að ég vissi ekki hvort að væri dagur eða nótt og það var ekki hægt að taka mark á neitt af því ég hefði ekki skilning á í hvaða heimi ég væri. Þú veist, svona bara ljótt undar. Það er alltaf það er þeirra. En þú hefur orðið fyrir þannig, er það ekki? Aðkasti? Já. Já. Og þú hefur áttað á því allavega sem barn þegar þú skynjar þetta snemma, þú ert að leika þér með huldubörnum og... En leið og ég sagði það, þá segi, ég má ekki segja þetta og ég var áður búin að reka mig á að ég fór líkamannum og yngstu dóttir þeirra. Hún var svona þú veist. Elstu dóttur fóstufóreldrana, já. Og ég var rosalega hrifin að henni, ég fór snemma að sofa en þegar hún fór út, ég var á annar hæð, þá fór ég bara fór út klukkan og niður á stjettina og fann Erlu. Svo kjaftaði ég frá þessu öllu saman morguninn. Og þá kleip hún mig þvílíkt og undir borðinu og snéru upp og þá sagði fósturmamma Þórstína, það er ljótt að skröka svona. Svo ég lítil, ok, þetta má ekki heldur. Þú veist, ég lærði svona. Og svo náttúrulega fólk sem talar sýnir sínar og talar ferðalög sín, kannski dæmt fyrir að vera á einhverjum lyfjum eða sveppum eða vera geðveikt. Það er náttúrulega mjög oft... Ég hugsa að segja, það eru margir sem tala það. Tala geðveikina. Já, það sé bara heilabilun. Og ætli sé ekki byrjað að gera neina svona með allir þessari tækni, ætli sé ekki byrjað að svona rannsaka heilan eitthvað? Já. Ég er sko alveg með dellu að skoða heilan og skoða líffærin og vita allt og lesum það sem ég get og það er hægt að finna stöðvarnar. En það er vísindana að sanna það eða tala það.
og eðlisfræðin náttúrulega er komin ansi langt sko langt í það að heila sýna fram á hvernig tíminn er allt öðruvísi en við ímyndum okkur, þannig að þetta sé ekki svo ólíklegt raunverulega að skynjunin geti tekið til fleiri sviða samtímis. En það vantar, en það verður líklega, það er svolítið í það kannski að þetta verði svona viðtekinn sannleikur. Bara þetta eina, eins og til að fara frá heilanum, hvernig stendur á því að þú farið gæsóð? Það er ekki að því að gæsin að við nutta sér upp í þér. Ef þú verður fyrir hræringum, geðshræringu, þá rísa hárin upp. Á hverju? Það verður ekkert að gera með hirnina. Þú heyrðir þetta bara. Þetta er búið að rannsaka þetta. Þetta er bara ekki eina, þetta er ekki bara hárin sem það er sagt, hári reis upp á höfðun á mér, ég var svo hrædd. Yfirleitt erum við svo mikið hár að það sést ekki. En það er margt sem við náttúrulega áttum okkur á að það er mjög margt sem við skiljum ekki og eigum eftir að rannsaka. En í millitíðinni þá kannski er óþarf að fara að dæma alla þá sem tala öðruvísum heiminn sem geðveika. Það er svolítið vond niðurstaða. Mér, sko, ég er náttúrulega orðin 70 og eitthvað, 74 er að vera 75. Já. Að sko, mér er alveg sama hvort fólk trúir mér eða ekki. Og það sem að ég hef gert, það er ekki hægt að dæma það þegar ég gerði það. Það sem ég upplifi, sko, það getur enginn tekið það frá mér. Þess vegna er mér ruggur að ég hef búin að upplifa það svo mikið. Nei, ég meina, ég held að ég hef bara komist þokkalega frá lífinu. En börnin þín og fjölskylda þín, það er kannski óviðkvæmt svar, það er kannski viðkvæmast ef að nánasta fólk trúir ekki. Já, en ég held að þau trúi, en vilji alls ekki að viðurkenna það. En er þá ekki hjálp í því þegar að þú hefur hjálpað einhverjum stofnunum eða koma einhverjir að utan og er að segja ég veit ekki hvað þessar elskur er að hugsa eða trúa í raun og veru. Ég veit að þau eru stolt af mér. Þau voru stolt þegar ég fór svona fullorðin að fara í skóla og mér fannst ég var að gera það því að yngsti sonur minn var að sýna honum að það var aldrei of seint og ég hafði líka gaman að þessu og já, hver og einn má bara trúa því sem meðan ég veit hvað þetta er. En þetta er svolítið svipað og listamenn, oft listamenn búa við, þar að segja að þetta er einhvers konar tjáning sem er ekkit endilega hægt að útskýra fyrir neinum eða útskýra af hverju endilega þarf fólk að miðla sínum sannleika á þennan furðulega hátt oft, sko. Þannig að þú hefur líka náttúrulega verið oft í tengslu við listafólk og kannski meira heldur en einmitt svona hardcore mentafólk eða þannig eins og þú segir. Já, og bara, sko, ég fyrir alveg rúst þegar ég fyrir á myndlistarsýningar þegar það er svona skrýtnar. Að þá get ég alveg, þú veist,
þá fer ég bara í rúss. Já. Ég fer ekki rúss hérna andlega. Ekki Þetta trans. bara mýlið, já. Mér finnst gaman og þegar ég fer hlusta á symfóníu hljómsveitina og þá svíf ég bara út allt. Óbúslega finnst mér það gaman. Þá andinn frjáls og þarf ekki endilega að vera að fara í trans en bara frjáls í hérna. Þá ég bara já, þá líður mér svo vel. En svo er það stundum, þú hefur líka verið svolítið dugleg við að á allt öðru sviði sem að skrifa blaðagreinar og svona láta til þín taka og reyna að tala til politikusa og það sem ekki kannski alveg eins mikið mitt veljiðunar. Ég held að þú vissir þetta ekki. Jú, ég veit, bara Ég hef bæði í blöð og tímarit hef ég skrifað. Ég hef sko oft verið bara reið. Sérstaklega þegar ég á að kjósa. Það verið brjálið. Af því að ég veit að eins og alþingiskosningar og svona skiptir ekki máli hvar minn kross því að þeir fara sínu fram. Og þá mér misboðið. Og það þú ert svona hugsa lítil magnan og málleysingja þannig sem hafa ekki, þér finnst svona, það ekki, það gegnum gangur þú út svolítið ósátt við stjórnvöld gegnum árin að... Ég það og hérna og svona að ganni þegar ég var náttúrulega öryrki svo laka mér svo til að vera ellilífeyri þegi þá myndi ég fá hærri laun frá ríkinu en það lækkuðu launin gamla fólki þarf minni peninga heldur en öryrkjar samt maður að borga x mikið bara í lækniskostnað og margt sé niður greitt að hérna og til dæmis leigubíla því að maður getur ekki bíl eða getur ekki keyrt og þarf hjálp. Við skulum ekki fara í þessa tíkur. Við skulum ekki fara í þessa tíkur, en getur þú sagt okkur aðeins svona, ég veit ekki spádóm, ekki svona eins og völvan sem beðið áramótum að segja spá fyrir, en getur þú sagt svona bara hvernig þér líst á Ísland, svona framtíðarinnar eða samtíðarinnar? Það náttúrulega vitað að eldgos verið tíðari en samt það annað sem mér finnst vera óþægilegra að ég sé að landið að gliðna. Það að koma sprungur á meiri sé sko rétt fyrir ofan Kópavog sem það sem að móður í jörð eitthvað að það ekki eldgos heldur gliðnun eins og bara á Þingvöllum og þetta sem alveg til Þingvalla og Þingvallavatn þar virðist vera gliðnun það sem að tæmist Þingvallavatn tíma og núna veit ég ekki hvort að ég að tala 100 ár eða ég veit ekki tíma allavega þetta geti staðið yfir í 20, 30, 40 ár og eldgosinu vera kannski minni heldur en þegar ég horfa á Ísland þá það svo krosssprungið og ég hef áhyggjur að við eigum ekki nógan vatnsbúskap að það tala allir að bráðnu jökla það ekki endilega málið heldur allan heim ég meina ein sprungan nú nær alveg til Hawaii og önnur nær til á Spáni. Ég meina, jörðin að krossspringa en
það misdjúpt. Ég veit ekki hvernig er ég á stundum, ég hef stundum farið niður til landmælinga og veit ekki hvort það er eigi mynd af sprungum á Íslandi. Já. Bara að vita hvort ég er ekki hrædd við þetta. Nei. Ég veit ég verði ekki 100 ára en kannski verði ég 80 ára. en það sem eins og byggingaframkvæmdir að það er alltaf verið að tala það þeir vita hvar sprungunni og við skulum bara byggja sikkur með við sprunguna. Halló, og hvað ætlaði að gera með sprunguna? Sikkur við blokkir. En svo fæstir sem að hugsa hvar sprungusvæðið er. Nú er ég farin að tala eins og ég hef vitað á þessu. Ég hef ekkert vitað á þessu. Þetta er bara þín tilfinning og sín svona, já. En þá skal ég láta að spyrja, sko, Íslendingar sjálfir, sko, Íslendingar og nýjir Íslendingar og það er svolítil úlfúð, það er talandi um sprungur, það er svolítil sprungumyndun líka í samfélaginu. Eitt veit ég sem ég er búin að sjá að það þarf að fjölga lögreglumönnum sérstaklega við landamæravörslu. Nú. Það hef ég séð að það eru svona uppþot þegar fólkið vill komast inn í landið. Því að þó að alþingismenn að segja já, ég ætla að setja þetta í nefnd eða hvað þið kalla þetta. Og hvað er nefndin lengi að starfa áður en að verður eitthvað að því. Þeir fækka löggunni, þeir svelta mér að segja þessa menn sem er að bjarga okkur aftur og aftur sem er ekki þeirra verksvið. En nú ætlum ég að rökraða við leiðbeinandi þinn kannski, ef ekki. Ert þú þá á móti, bara við tökum á móti flóttafólki hérna og finnst þér að þetta bara fjölga í lögreglunni og... Þetta er, svona er það þegar fólk er að misskilja mig. Já. Nei, alls ekki. En þetta frjálsræði, að allir, fólk sem er með dóma á bakinu, valsa hérna Laugaveginn. Það þarf þeir segja að við ætlum að fara að taka á þessu. En hvað margir koma í gegn, mörg gengi komast í gegn. Já. Þetta vil ég stoppa. Það er fullt af fólki sem að þarf að koma og við þurfum að fá þau. En það er, ég held að ég held að sé 25% núna sem er ekki að koma bara til að því að það á bátt. Nei. Heldur vegna þess að þeir geta hagað sér eins og vilja. En það er náttúrulega allt líka lagt að jöfnu. Það er bara að tala fólk sem kemur og leitar til landsins. Já. Og raunverulega þeir sem koma einmitt í þeim tilgangi að skipulögðu glæpastarfsemi. Já. Eiginlega skuggi þeirra fellur á eins og alltaf flóttafólkið sem er að koma bara af því það getur ekki annað. Já. Og umræðan verður þess vegna opaslega skökk fyrst manni og myndar þessa gjá sem er einhvern veginn ekki okkur alveg til sóma og framdráttar fyrst manni. Þetta er í raun og veru, þú bara tala fallegri en ég. Þetta er eiginlega það sem ég er að tala um að okkur við erum hérna alltaf góð til að skipta rúmi með hótelunum. Þú veist, eða vera vinna á börum eða vinna í byggingavinnu. Við erum alltaf fín til þess. Alltaf hræðileg, núna nýleg kom í ljós þarna í Kveika, það er bara framkoma Íslendinga og þá erum við ekki alhæfa Íslendinga heldur þessara starfsmanna leiga. Ég er að segja þetta. Það þarf að sortera úr. Já.
sko ég veit ekki hvort að sé nóg að hafa, það er ekki nóg að hafa bara vegabréf. Það þarf að hafa kannski ferilskrá. En ég held að þetta myndi auka okkur að fá, ef við hugsum vel þetta fólk, þá græðum við á því. Þjóðfélagið verður ekki eins einlitt, held ég. En þannig líka náttúrulega þetta sama að trú ekki fólki þegar fólk kemur í góðum tilgangi. Já. Og þá byrjað kannski að væna fólk óheilindi og það náttúrulega alltaf mjög sárt. Já. Hvort sem það gagnvart einstaklingum eða hópum sko, þegar verður slík. En ég var samt sko svolítið hissa, mér sýndast að þeir sem voru að mótmæla við Alþingi og svona, mér fannst sko skipti eftir skipti var sama fólkið. Þó vera mótmæli sikkurum hlutunum. Eins og þetta var eins og bara hérna í Fraklandi atvinnu mótmælendur. Já, þetta nú kannski fólk bara með ríka réttlætiskennd og það eru fáir kannski sem bara telja það mikilvægt að segja eitthvað og þá vill svo til að það kannski fleiri flokkum fleiri málefnum sko. Það geti verið. En nú erum við komin út í svolítið svona stjórnmálaþjark. Ég langaði að spyrja þér undir lokin að tíminn enn og þótt þetta sé sko helgispjall að við höfum nú haft tíman fyrir okkur, þá samt einhvern veginn tíminn floginn á undarlegan hátt. Og skil ekkert, þetta hans árin mín. Já. Það alltaf jól. Já, svo skrítið. En hvernig mér langaði að spyrja þér, ferðu ennþá í svo kallaðan trans, kallar ekki það trans? Þú leikur þér og flýgur á sífóríutónleikum og myndlistarsýningum, en svona þegar þetta trans... Ég gerir það, ef ég að fara í alvarlegar aðgerðir eða eitthvað sem að gæti hugsanlega verið sort, að þá fer ég úr líkamannum. Og þá horfi ég bara á. Og ég þurfti að fara á spítala og þegar ég var á börunum þá segja að hendin á mér hafi svona lafað eins og hvað á ég að gera sko, þegar ég taka ekki eftir að hendin lafir út fyrir börurnar, ef hún myndi reka sá, hvað, brotna bara, allar enginn að gera neitt. Ég meina svona ég að hugsa þegar ég fer á sjúkrabörunum. Ég bara þegar ég orðin það kvalinn að ég get ekki meir. En þetta ennþá leiðbeina fólki, fá fólk til þín og fara í trans? Nei, ég gera það ekki, ég bara þá sem ekki mikið að gera hjá mér. Nei, ég verð að vera alveg ég ennþá með vist fólk sem að ég búin að leiða áfram og ég ekki að sleppa fólki sem þarf á mér halda. Og þá leyfi ég stundum að þá fer ég úr líkamannum og kemur einhver til að tala við þau. Og þá finnst oft svo ruttalegt sem sagt þar og ég svona treg til að gera þetta. Svona oft gamall kall sem bara heimtar að fá í glas og í nefið og eitthvað svona og sem kemur svona, sem þú leila ljái rödd þína. Já, og svo það oft líka að
þeir fara í líkamann og þá mikið að vera bogið eða skakt og hérna en mínir menn passa að það bara viss tími sem að ég má lána líkamann í einu. Þínir menn, og það ekki, eins og þú segir, Guð svört kona, hún ekkit eitthvað með takka? Nei, það leiðbeinandi minn, það svona næsti flokkur á eftir ef við segja að Álfar og Huldufólk sé fyrir neðan, svo komum við og svo koma afar og ömmu og svo koma leiðbeinendur. Já. Og svo ég veit ekki alveg hvernig röðinin og svo koma þeir sem mendarar. Þeir hugsa, þeir alltaf öðruvísi. Þetta bara þetta ekki beinlínis hierarkía Álfar og Huldufólks, þau neðar svona Nei, þeir bara nær jörðinni. Nær jörðinni, já. Og þeir geta líka komið til að leiðbeina. Já, þeir gera það bara en á sínum heimaslóðum. Eins og þegar þeir að vesenast í vegalagningum. Ég hef oft verið til fólks sem að mikið ónæði stundum það bara í nýju húsi og þar kannski hafa verið huldufólk sem bjó í garðinum eða þar. Við með læknir sem hefur stundum hringt í mig og já. Og hefur það þá lagast ástand eftir að þú talar? Já, og stundum fólk sér var skal ég segja tónskáld eða lagahöfundur, þekktur og ég var beðinn að koma til hans, hann hélt að vera draugagöngur og ég fór og skoðaði allt og svo fór ég að stilla mig að þá var það maður sem hafði drukkið yfir sig, hafði dáið þar. En hann var ekkert að gera þetta, heldur lítil huldustelpa sem hafði náð að kunna að rúlla bolt, eða svona hörðum bolta uppi. Og það var það sem hann heyrði alltaf. En þó ég sæði þessa fyllipyttu að þá var hann var bara andi hans var ekkert farinn en hann var ekki að gera neitt nema ég held að hann fram að drekka innum mínu. Og skiptur þér eitthvað, talaður við fyllipyttun og baðst hann að drífa sig í ljósið eða en líka stelpuna eða eitthvað? Já, ég fór með hann út. Þú veist, að ég og sagði hefur átt heima þarna einhvers staðar. En ég skildi henni eiginlega eftir bara út í grasinu. Sagði henni að það mætti ekki heima þarna og mætti ekki gera þetta. Allt í lagi. En ég heyri sá sami hann samdi ljóð þetta eða söng. En þetta Þannig að hann hefur trúað þér, hann hefur eiginlega átt að sjá því að ástandið það breyttist allt eftir að þú talaðir við. Þetta náttúrulega mállýsingjar einhver leiti draugar ekki? Það ekki til draugar. Myndur segja það amma þín vera draugur? eða eitthvað nákomið þér? Nei, en tölum við ekki, nei. Akkurru? En ég myndi samt segja að draugar, ekki draugar einhverju sem eitthvað sem við þekkjum ekki til og einhverju sem fastir, sem gerir eitthvað óskunda. Já. Það til. En mér finnst fólk vera svo
mér finnst fólk tala svolítið niður þegar segir það draugur þarna og draugur, þú veist, ok, gamla sögur segja uppvakningar og mórar og allt þetta. Það er til að kalla þá drauga því að þetta hvort væri meira ótti við myrkrið heldur en væri virkilega verur að ég held. Nefnum það alltaf kannski Gretti Rósmundsson, ég veit ekki, ég held upp á hann. Já. En ég að segja, það var svo mikið myrkur, það var svo mikið brak í torfbæjunum og ég held að það hafi skapað einhverjar sögur. En þú vildur umverulega meiri nákvæmni og þar sem að eiginlega einmitt þú upplifir hjá Edgar Cayce, þetta umverulega nákvæma rannsóknir oft og nákvæm upplifun hjá þeim sem á þessu sviði. Þessuna, ég ekkert betur en aðrir. Nei, en ég vil fá bara að vita þetta. Já. Þú vilt ekki kalla alla drauga, þú veist að, en kallar það þá verndar, eins og þú segir svið af og ömmu, það ekki líka þá kannski aðrir ættingjar eða vinir, einhvers konar? Jú, stundum sko, maðurinn sem var hérna í gær held ég, hann skildi eftir þessu slóð. Það má leiðrétta hann. Sem var hérna í stúdíónu? Já, í talinu. Já, það voru nú ýmsir hér. Einhver sem satt í þínum stól? Nei, ég sé hann hérna, í hurðinni. En var hann sem sagt? Hann var að segja eitthvað sem hann var ekki alveg rétt. Nei, það er ekki hérna. Þannig að það er einhver svona efnislega slóð eða andlega efnislega. Bara því að við erum að tala um þetta, ég er búin að svona opna og hann stendur hérna og hann gerir svona til þess að hann hefði ekki verið að segja allt satt. Jú. Veistu það þræl gaman að vera svona? Mér er alveg sama hvort fólk trúi mér eða ekki, meðan ég veit hvað ég er að tala um. Og hvað eru svona, finnst þér vera, já það er náttúrulega gaman þegar það er bara partí. Töluvert á fólk hérna. Hérna núna inni á við rauðaborðið eru ýmsir. Geturðu sagt frá nokkrum áður en við kveðjum, þannig við eigum af kveðja? Einhver sem er að hérna kemur í svona ljósbláum fötum. Hann hérna. Hann? Nei. Nei. Þetta er kona. Með svona rosalega stóra útgeislun, það er svona, finnst mér þetta að vera blátt. Hún er búin að vera hérna með okkur í helgispjallinu, þannig að við eiginlega getum kannski ekki afkynnt hana en þökkum henni fyrir samveruna. Já. Og hérna hún þarf aðeins að fá kraga eða eitthvað, eða þú veist hún er svona efstu hryggjuliðirnir en eru þurfa að hugsa um það hérna efstu tveir. Ok, bye. Þá fengum við bara hérna smá sýnishorn af einhverju kannski sem kallast má trans. Þórunn Kristín. Þetta heitir ekki trans. Nei, þetta er ekki trans. Ég held þetta var kaffi. Þetta er ekki trans, þetta er svona bara smá andleg snerting. Eigum við að segja þetta gott í bili. Þórunn Kristín Emilsdóttir, leiðbeinandi miðill. Ég bið bara þakka fyrir mig og bið Guð á gæfuna að fylgja þér og þeir sem hlusta. Takk fyrir
og takk fyrir að koma með stuttum fyrirvara og stökkvinn í stúdíóið og stökkvinn í djúpulögin. Við erum búin að ræða ansi margt svona, já, við erum búin að fara yfir dálítið mörg, ég að segja erfið svið, en óbáslega áhugaverð og mér hefur fundist mjög gott að eins og áður þegar ég fengi að leita til þín, þá hef ég upplifað mjög mikla nákvæmni í leiðbeiningunni en á sama tíma mjög abstrakt eða listræna tjáningu sem maður þarf einhvern veginn að lesa í gegnum, og ég vona hlustendur og áhorfendur séu með okkur bara á þessu ferðalagi sem maður þarf kannski aðeins að loka augunum og hlusta stundum og hugsa sjálfur og að við höfum verið að kannski opna spurningar, ekki svara öllum spurningum en opna spurningar, og við kannski höldum áfram að ræða þetta óræða svið hérna við rauðaborðið sem snertir öll önnur svið. Ég þakka kærlega fyrir Þórunni Kristínu og hlustendum og áhorfendum og óska ykkur góðrar helgar. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni.